Sælverði, Ólafur Jónsson heiti ég, Óli Ufsi kallaður. Ég togaraskipstjóri og fiskveiðifræðingur. Það gaman að segja frá því að hópurinn okkar sem núna heitir sóknarhópurinn að færa út kvíarnar og festa sig í sessi. Frábær stuðningur, fjölda manna. Pistlarnir hafa verið að vekja athygli. Fólk að vakna við það og þennan ljóta draum sem við erum búin að lifa í núna í 30 ár, að það ekki allt með feldu í stjórnlandsins og við erum að sameinast. Það að verða til stór hópur fólks sem fjölgar í frá degi til dags sem vill breyta þessu. Við viljum bara afnema þetta kvótakerfi, taka hér upp sóknarmark með allan fisk á markað, sjá byggðirnar byggjast upp í kringum báta og togara, frjálsar handfæraveiðar. Við viljum sjá nýtt Ísland rísa á grunni hafsins. Við þurfum að nýta kraftana í þjóðfélaginu. Við getum ekki að sitja á raskatinu og horta á mokkahirðina, moka upp gróðanum í eigin vasa. Þessu verður að linna. Og þess vegna ætla ég núna að fá að ræða við ykkur grafalvarlegan hlut. Ég hef verið að bera upp á stjórnmálamenn að þeir séu óheiðarlegir. Ég ekki sáttur við það að yfir 70% af þjóðinni hefur lýst í skoðanakönnunum að þau séu á móti kvótakerfinu í þau 30 ár síðan kerfið var sett á. Og það enn við lýði og stjórnmálamenn í dag ætla að halda því við lýði. Þetta ekki heiðarlegt. Við höfum auðlinda ákvæði sem 83 skrifuðu undir. Og það ekki einu sinni hlustað á það, þá bara að negla kvótakerfið í næstu 20 ár. Án þess að spyrja okkur. Þetta óheiðarleiki. Og ég vil hvetja alla sem eru tengdir flokkum eða vilja tengja sig við flokka með atkvæðum sínum að taka þátt í starfi þessara flokka og ráðast á atvinnumálanefndirnar og krefjast afnám kvótakerfisins og upptaka sóknarmarks með allan fisk á markað þar sem allir sitja við sama borð. Það heiðarleikinn. En þetta undir okkur komið og núna til dæmis einn nýr flokkur að halda fund í dag sín sjávarútvegsmál. Flokkur sem kennir sig við lýðræði og heiðarleika og vilja endilega hvetja alla í okkar hóp sem telja sig til frjálslynda hægrimanna að drífa sig á fundin með okkar rök því að þar verða rök LÍU í heiðri höfð. Því miður. Það nefnilega ekki nóg að vilja vera heiðarlegur. Maður verður að vera heiðarlegur. Menn sem segjast ætla að byggja heiðarleg lýðræðisleg samtök boða ekki lygara LÍU til að leggja línurnar. Og menn sem segjast ætla að vinna að hagkvæmni í íslensku þjóðlífi gef ekki LÍU einokunarrétt í íslensku sjávarútvegi. Nei, það erfitt að vera heiðarlegur.
En nú skal ég segja ykkur það, að heiðarleikin kemur frá hjartanu. Þangað sækjum við hann. En þá verðum við að muna það, viðreisnarmenn og aðrir stjórnmálamenn, falsið er stærsti óvinur heiðarleikans. Ég þakka fyrir í dag.